Það fyrirlestur 6 í vegfartun og við erum að skoða með dæmi 4 eða verkefni 4 og það sem við erum með hérna þetta, ef við skoðum bara hvernig þetta útfært hjá mér í þessari sýnilausn, setjum þetta hérna til þess að fá aðeins meira pláss, þá þetta bæði þetta protection pælingin sem ég nefndi aðeins á aðan og svo hvernig þessi mynd fest. Þannig að hérna í raun með einhverja mynd, þar sem ég set bara hérna background image og ef ég fjarlægi hana þá bara fer hún. Hérna með background attachment fixed og ef ég haka þetta af hér þá gerir svo sem ekki neitt, en ef ég skrolla núna þá skrollar myndin með eins og hún sé partur af contentinu, eins og þetta væri bara texti. En ef ég set hann í attachment fixed þá eins og hún sé fixed fyrir aftan, þannig að hún í bara partur af ég veit ekki hvað svona, það eins og hún sé bara, hún í öðrum layer og hún allt efni ofan á henni fer í burtu með henni. Og svo ég með þetta protection hérna, pælingin hérna svo að ef við erum búin að búa til vef og við leyfum fólki að setja inn myndir og við verðum til dæmis með þetta hérna núna og einhver myndi setja inn mynd sem að væri bara með rosalega miklu hvítu í sér. Þá erum við hvítan texta og við ætlum að leggja hvítan texta á hvítan bakgrunn sem þýðir að textin mun ekki sjást. Og við getum emulerað þetta bara með því að fjarlægja myndina og setja textan bara í hvítan. Þá sjáum við hérna, það eitthvað þarna sem í raun að leyfa okkur að lesa textan þó hún sé ekki fullkomlega læsilegur. Það sé svona frekar lítill kontrast hérna á milli og það í raun þetta hér. Þannig ef ég fjarlægi þetta þá hverfur þetta algjörlega. Þannig að það sem að þetta protection að gera að vera eins og enn annar layer það sem aftast myndin síðan setjum við svona protection ofan á myndina sem þýðir þá að við getum tekið einhvern lit og látið vera í raun hálf gegnsæjan ofan á myndina sem þýðir þá að við getum breytt aðeins svona litatónum í myndinni til þess að vera alltaf minnstakosti svona sem að gera þá með þessum hérna lit sem gerir þá að hvítur texti sem að lagður ofan á þetta verði læsilegur. Og svo getum við sett aftur myndin undir og þá þetta í góðu. En sama myndi til dæmis gerast ef að við erum með setjum bara hérna svartan texta og við værum með myndina svona. Já, ef við værum kannski með myndina aðeins meira svona, þá sjáum við að verkefni, þetta snýr líka í hináttuna. Þannig að það fer eftir í hvernig liturinn á textanum sem við erum að blanda saman, að hérna var ekki gott að vera með svart, eða svona út í svart, heldur meira út í hvítt. Þannig að við erum að passa okkur, og sérstaklega þegar við erum með myndir sem eru responsive og geta verið í mismunandi breiddum, að litur myndarinnar valdi því ekki að við séum með ólæsilegt efni. Og svona tæknilega hvað að gerast þarna í raun bara að við erum að taka eitthvað div hérna sem alveg bara ekki neitt. Það ekkert inn í því, þetta bara eitt div. Og við erum með það undir sem header og headerinn í raun með þetta min-height svo hann fytti alveg út í hæðina. Og við tökum þetta protection og við segjum position absolute sem því í raun að það staðsett absolutely, það tekið úr eðlilegu flæði og það staðsett innan næsta containing blocks sem þessi hérna gaur og síðan sagt, ok, hvar á það síðan að vera staðsett? Það að vera staðsett í top 0, right 0, bottom 0 og left 0 sem því í raun að það teygt algjörlega yfir allt plássið sem í boði. Ef við setjum það ekki svona heldur setjum það, ég ætla að reloada svo við fáum aftur þessu þetta á að vera. Ef ég tek þetta hérna í burtu, þá sjáum við hérna uppi, mjög lítið hérna uppi í vinstra horninu, að núna þetta með 1006 pixla hæð en 0 í breidd, út af því ég fjarlægi hérna right. Ég seti hæð og breidd sama og hana headerinn? Já, það getur virkað, nema að þú gæti lent í því ef þú setur það sem sama, ef það eitthvað smá mismatch, þá getur lent í til dæmis að það komi hérna, eitthvað svona neðst, komi svona smá lína. Það sem að, þetta sé ekki nákvæmlega. Þú mælum með að breyta frekar í þetta? Já, ég meina, þetta alltaf í lagi. Ég bara að segja, það
það er vissulega, þú breytir einu gildin aðeins, setur smá padding eða eitthvað og allt í einu ertu farin að leka, það verður svona skrítið. Að meina með þessari lausn, þá erum við að teygja þetta bara algjörlega 100% í að covera það sem er á bakvið það. Megar þetta sens? Og þá erum við með þetta hérna, við erum með headerinn sem inniheldur myndina, svo erum við með annað lag sem við leggjum ofan á sem er protectionu og svo erum við þriðja lagið sem er efnið. Þannig að þetta kemur inn í þetta stacking order í CSS sem ræðst af því hvar hlutirnir eru í röðinni, í source röðinni eða með þessu seta-index hérna. Þannig að ef ég fjarlægi seta-index í -1 þá er þetta núna komið fyrir aftan myndina. En núna er þetta fyrir framan myndina. Og svo ef ég færi þetta hérna upp í 2, þá er þetta komið fyrir framan textan. Og þá sjáum við að þetta leggst þá ofan á textan og breytir hvíta litnum í svona einhvern svona drullu gráan. Þannig að það er líka staðsetningin sem skiptir máli. Er 0,2 að segja að þú ert með 80%? Já, við getum séð, sko, ef við förum alveg niður í 0, þá er hann 100% gegnsær. Þannig að hann er 20% já, 20% svartur, hann er 80% opaque, nei, öfugt, hann er 20% opaque, hann er 80% transparent. Þannig að við förum hérna og þá verður þetta, þannig að þetta verður síðan bara solid litur í 100%. Þá er hann 0 gegnsær. Þú veist, protection er ekkert eitthvað svona virkni, þetta er bara svona það sem við köllum þegar við erum að hugsa þetta svona sem pattern, að við erum með mynd, þú veist, það er ekkert í CSS sem að eitthvað en þú veist, þetta er bara svo ótrúlega algengt þegar við erum að búa til responsive vefi, að fólk setur eitthvað inn og við fyrir að blanda saman mynd og texta, svo skiptist myndin út og allt inn er helmingin af textanum ólæslegur og þá er þetta bara svona, hey, við erum að setja eitthvað svona protection. Þannig að það fari ekki yfir textan. Með því að nota set-indexið og passa upp á að það sé í raun stakkist þannig að þetta sé eftir myndinni en á undan kontentinu. Þannig að þú veist, það er bara, hérna er í raun að færa þetta í þrívíðu rúmi nær mér. Það sem að hærri tala þýðir þetta teiknast nær notandanum. Ertu ekki núna með rauninni lagið yfir allri myndinni? Þess að það er núna, ekki bara undir textana, núna er það yfir allri myndinni. Já, nú er það yfir öllu, nú er það á milli og nú er það bak við myndina. Já, ég meina, þú veist, út að, eins og í verðum 4 þá þú verður að hafa protectionið þar sem að textinu koma, en ekki að yfir allri myndinni. Nei, þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara sýnlausnin á verkefni 4, þannig að þetta er bara nákvæmlega eins og það á að vera. Já, ég skildi það þannig að, þú veist, að það er ekki bara að koma svona protection akkurat það sem að textin er. Já, ég skilji, já, og það er alveg eitthvað sem er líka hægt að gera, því að þú veist, ef ég er með þetta sama, þú veist, það er önnur lausn á sama verkefninu, er í raun að segja, ég er með þetta og fjarlægja með þetta aftur og gera með þetta hvítt, að í staðinn fyrir það að þá segi ég til dæmis, þú veist, bara bak við þetta hérna, eða annað er í raun að segja, hérna, nei, ekki, þú veist, font, shadow, nei, what, letter shadow, hvað heitir þetta aftur? Text shadow, já, hérna. Þá get ég sett, já, box shadow setur það utan textan, vá, langt síðan ég hef notað þetta. Sko, við erum ekki hér til að fella dómum hvað er cool og ekki. Þegar við erum bara að læra að vera forritarar, svo kemur í ljós þegar við förum að vinna með hönnuðum, hvað er í raun búist við að við búum til. Og það er svo mikilvægt, þannig að við köllum þetta aftur í fyrirlesturinn hérna með Klöru fyrir 2 vikum, að þá er ekkert endilega bara eitthvað, já, ok, þetta getur þetta að vera smá vesen eða hvítmynd, en ég ætla ekki að segja neitt, því hönnuðurinn er örugglega búin að hugsa fyrir því. Þá er þetta að segja, hey, hvað ef, það verið skiptið yfir í hvítamynd? Hvað ef, hönnunin fer niður í þá skjástæðar þannig að hvítiparturinn af myndinni leggst allt í undir hvítatextan? Þar getur lent í vandræði. Og þannig er þetta að vera með,
input inn í það sem við verið að gera. En já, með text shadow þá getum við fengið, kannski gulur svona full gróft, þá getum við fengið aftur aðra leið til þess að draga fram textan. Og við getum sett hann hérna einhvern veginn svona, bluraðan eitthvað ákveðið og leikið okkur eitthvað með það. En þarna hann, þarna þetta læsilegt líka. En svo þú sagði box shadow, að það gerir svipað nema á allt boxið. Þetta ekki gott að hafa að setja hana, ég ætla að setja á þannig hérna. Þannig að þá fáum við það á boxið sjálft, en ekki utan hver einustu letur, hvern einustu staf í letrinu. Ok, þannig að þetta eru svona núansar í CSS sem gaman að fara að spá aðeins í þegar maður komin yfir það og svona nær skrefinu, ég með element á síðunni og ég vill geta skrifað eitthvað sem að tengi stíla við það. Þannig að finnst ykkur verið að komast yfir þann hjall, af því það fyrsti hjallurinn í að læra CSS. Bara skilja hvernig ég get látið eitthvað taka við stílum. Já, og þetta heldur áfram, þetta verður síðan, þetta fullt af einhverju svona trikkum með að gera selektora og kasketið og eftir því sem að verkefnið verður stærra þá verður þetta meiri líkur á eitthvað fara að verða svona wonky kannski hjá manni. En núna í raun þetta tvennt sem í raun þessar layout pælingar, hvernig látum við hlutina raðast á síðunni og síðan bara þegar við erum búin að láta hluti raðast á síðunni, hvernig látum við hann líta skemmtilega út eða eins og hann á að líta út eða hugsa einhverja svona hluti, hvernig læt ég efnið ekki, líta vel út sama hversu mikið efni ég fæ og alls konar svona skemmtilega pælingar. Einhverja, já. Ykkur tilvíkum sem notar ID í staðinn fyrir klass? Já, sko. ID alveg möguleiki, en það vonda við ID að það á bara að vera einu sinni per síðu. Þannig að það ekki mjög endurnýtanlegt. ID svona það sem þú myndir helst nota ef þú ætlar að geta gert svona að ég geti hoppað inn á síðuna eins og ég ætla að gera hérna eitthvað fú og þá get ég hoppað niður eða bara, það þetta bara nákvæmlega í þessu dæmi. Ef ég fer hingað þá fer ég á einhvern stað í síðunni og hann þarf að vera merktur með ID til þess að þú getur hoppað þangað. Já, þannig að þarna ertu að nota ID rétt en ef þú væri bara eitthvað að segja þessi hérna mynd með ID mynd 1, þessi mynd með ID mynd 2, þá ertu að nota það vitlaust. Hvert þessi takkar að fara? Nei, þetta bara, gerir ekki neitt. Já, og það síðan eitthvað sem við fyrum að spá í aðeins með JavaScript, þess að við getum látið takkana breyta HTML-inu og gera eitthvað skemmtilegt, eða bara þú ert komið með síður sem tengjast að láta það bara vera hyperlinka þangað. Þannig að hér erum við með ID á þessu hérna sem heitir lorem ipsum. Þannig að ef að ég á þessari síðu hérna, fjarlægi þetta, ég ýta þetta, þá fer ég hingað og þá breytist þetta hérna uppi í lorem ipsum. Þessi því núna ef ég ríla þetta á síðunni, þá birtist ég hérna. Þetta er ankor inn í síðunni. Þannig að alveg svo erum við hyperlink sem segir á hvaða síðu á ég að fara, þá getur ankorið sagt þú ert að fara á þessa síðu á þetta section í síðunni. Nota til dæmis við YouTube, þetta hérna staðsýta hvað í myndbandinu er. Það svipupæling en þarf í raun JavaScript virkni, þá þarfst að segja ég ætla að vera búin að spóla eitthvað ákveðið inn í það og þá þarf í raun að geta sagt með forritaða þannig að þá er að nota sem query string sem kemur svona og þá er það hérna t-breytan, þetta sést mjög illa hérna og þá er hún eitthvað 10:00, þá að spóla 10 mínútur inn í myndbandið. Já, eða sekundur, alveg niður í 10 mínútur og 10 sekundur eitthvað, þá allavega eru þetta upplýsingar sem að þú sendir á milli. Og ef þið hafa einhvern tímann lent í því að við erum búin að leita að einhverju eða komið með eitthvað svona flókið og ætla að senda sér einhverjum, bara eitthvað, heyrðu, hérna er nákvæmlega upplýsingar sem þið vantar. Og svo sendur þið bara slóðina og viðkomandi fer bara efst á síðuna. Þá er ekki búið að hugsa það hvernig á að vera þetta navigata á milli
eða linka í eitthvað ákveðið á síðunni. Þetta alltaf með eitthvað, að senda einhverja reglu, já, hérna, samkvæmt reglu 5 eða eitthvað, þá getur stundum bara sent nákvæmlega á það. Eða svo það miklu flóknara, þú með svona tabba, þar sem ég ítið okkur tabba þá skiptist út eitthvað efni og svo sendi ég það, linkin það, einhver opnar það, skilur ekki neitt, þegar já, þú ert að skrolla niður síðuna til helmings og íta á tab nr. 2. Þá sérðu það sem ég er að meina. Þá, eins og í vegverslunum stöðum, þess að þú skrolla niður helling, já. Tilbaka, þá ertu bara mismunandi hvort þú farir já. Aftur á staðan þar sem varan var og það áframskrolla eða hvort þú byrjar á degi. Já, og þetta alveg, maður myndi halda að þetta væri hérna auðvelt verkefni, en þetta heitir Scroll Restoration og er fáránlega flókið. Það er fáránlega flókið þegar þú ert farin að blanda saman í vefverslunum oft sem kallað lazy load, sem þýðir að þú sýnir 30 hluti, skrolla niður, þá lótaðir 30 næstu hlutum, skrolla niður 30 næstu hlutum, í staðan fyrir að íta kannski load more eða eitthvað svona. Og ef þú ert búin að gera það, skrolla það niður kannski 6 síður, svo velur eitthvað, svo ferðu tilbaka, þá þarftu raunin að geta replayað hvað þú ert búin að skrolla eða hafa einhvern veginn geymt stateið sem er þá þetta 6 síður, 6 sinnum 30 hluti sem þú ert búin að sjá. Og stundum svo bara þetta of flókið, ég bara sendi þið efst, sem er löt en skiljanleg kannski í einhverjum tilfellum lausn. Fann ekki þetta font? Sem er á þessu hérna? Ok, hvar leitað eru? Þetta er sem sagt, Með í sýnidagunum? já, ég er með hérna, þetta er Domine. Ef ég fer inn á fonts.google, þá er hann hérna. Þá get ég ítt á hann hér, ég get downloadað hann eða ég get farið hérna og sagt, nú get ég ekki skrollað hérna, get ég loadað hann minn, ég ætla ekki að vera með hann hérna og ég get bætt honum við þá bara með því að nota hérna link.rel. Eitthvað meira með þetta? Eru skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að setja index-virkni? Já, það er það. Það er þetta með hérna containing block, að þú þarftir að vera með eitthvað sem er með annarkvort position absolute eða position relative sem er í raun ofar í trénu. Þannig að, sko, Og er það ekki, af því að ég veit að það var sérstaklega að tala um að það mætti bara nota position í tengslu við protection? já. Þannig að hérna núna fer þetta hérna upp tréð og finnur næsta containing block sem er þessi, nei, sem er bara body, af því það er bara default. En samt býtum við, af hverju, af því þessi er ekki með, Eða því að ég sé contentið eitt með position relative. já, þessi hérna gaur, en hann er samt ekki, hann er systkini, þannig að hann mun aldrei, þú veist, vera container, þú veist, þetta containing block. Þannig að það er, þú veist, ef ég set position relative á þennan og hann var ekki að haga sér, þá myndi hann fara í raun og horfa á þetta containing block. Það er dæmi þetta í, hérna, sjá, nei, position, Einhver ástæð fyrir því að vera ekki bara með protection gefið á sem container fyrir content. Ég meina að þú veist með opaque bakgrunn þá getur þú sett og segja. já. Er ástæð fyrir því að vera Þú getur sagt, þú veist, að contenti sé þetta hérna, þú getur í raun slengt þessu saman. eða það sem contentið inn í protectionið? Já, nema það þarf bara að passa þig að geta láta upp contenti vera on á því, þannig að það verði ekki, fá ekki eitthvað svona skýta lit á sig. Já, ég er ekki að ná að láta þetta síðandegs virka. Og því ég man að það stóð í fyrirmælum og ekki að nota position nema protection. Já, en þú veist, þá er þetta partur af því. Þú veist, þetta er að láta það virka. Ok. Ef við aðeins að skoða betur
Flexbox eða eru þið útskrifuð í Flexbox eftir að hafa verið að kljást við þetta? Ég til í mér Flexbox. Meira Flexbox. Fólk sjúkt í Flexbox. Sko, þá að þegar við byrjuðum í senstu tíma að vinna hana bara okkur frá byrjun í þessu verkefni 4 frá því fyrra. Þannig ég var bara að hugsa að nota sýnilausnina. Sjá, sko, þessi live server alveg allt í lagi, nema stundum þegar maður slekkur á honum, þá einhvern veginn hann ekki alveg til í tuskið. Já. Ok, þá erum við með þetta svona. Og hérna sjáum við þetta sem við töluðum aðeins í senstu tíma. Þetta ekki responsive, af því að við viljum vef sem að bregst við hversu mikið pláss í boði og birtir það. Þannig að það virki bara í hvaða stærð sem það ekki svo sem í þessu. Og við skoðum núna bara á eftir hvernig það kemur inn í sem þá þetta responsive pluss griddið. En ef við til dæmis skoðum þessa hérna gaura, og sjá aftur hvað þetta verður frábært. Nú fyrir við aðeins að já, þetta nú fyrir við aðeins að vera creative hérna með plássið okkar. Já, leyfum þessu bara að vera svona meðan við erum að tala um þetta. Þannig að þessi hérna gaurar eru, ef við byrjum bara því að skoða alveg frá toppnum, bara við lokum öllu trénu og vinnum okkur þetta niður. Þá erum við með hennan rapper sem er utan allt. Og hann aftur, þetta er svo við vorum að gera í verkefni 3, hann að miðja efnið á síðunni. Síðan opnum við hann og undir honum erum við með headerinn sem hérna uppi og við erum með þetta main hérna sem að umlykur bara allt efnið alveg niður. Ok, þetta erum við bara að láta flæða í eðlilegu flæði. Þetta bara flæðir hvor eftir hinu. Rapperinn er ekki að gera neitt, hann ekki með display flex, en hann gæti það, en hann þarf þess ekki. Svo erum við með inn í main, þar aftur bara eðlilegt flæði, þar sem að við tökum þessa blokk hér, sem við skoðum í seinustu tíma, og hún flexar. Svo erum við með þessa auglýsingu, sem hér, og í raun þá bara svipað, við vorum að fara yfir þetta protection, það var sama æfing, bara í öðru formi hér. Og síðan erum við með þessa kategóris hérna fyrir neðan. Og þessu flexað, þannig að við förum inn í þetta, þá sjáum við að þar erum við með 4 section, sem aftur eru flexuð, og inn í því erum við með einhverja fyrirsögn, sem síðan með einhvern unordered lista, sem flexað. Þannig að við sjáum að það hér, og svo erum við með því inn eitthvað li, og því flexað, og svo inn í því erum við í raun bara að láta hlutina renna niður í eðlilegu flæði innan þess box. Þannig að ef við förum upp, þá þetta 1, 2, 3, 4 flexbox sem í raun að umlykja þennan gaur. Og hann gæti síðan aftur verið, ef við til dæmis myndum vilja að klukkan væri hérna megin og dagsetningin væri hérna megin, að þá væri það þægilegt að gera það með flexbox. Þannig að þá erum við með flexbox og þá erum við komið 5 level af dýpt í það hvar við erum að staðsetja hlutina með flexbox. Þannig að þá þetta bara CSS, oft lausnin bara meiri flexbox eða fleiri container utanum. En svo allt í einu maður kannski komið 10 og þá maður kannski komið aðeins og marga og þá þetta að finna balansinn. En á meðan að læra þá miklu betra bara að bæta við fleirum og reyna að láta það bara gera minna í einu og svo þegar við komum með eitthvað sem virkar getum við einfaldað og reyna þá að bakka tilbaka með þetta. Af því að það oft sem maður sér að einhver búinn að taka eitthvað svona og láta bara margin, padding, flexbox, litin, font og allt bara á eitt element bara með alveg 15 skilgreiningar á sér og það verður svo erfitt síðan eitthvað byrjar að virka ekki, að reyna að tvíka það og þá bara búin til nýjan utanum þetta. Spurning? Ég að spila með klassifíkt svona hierarchy, þannig að það í style sheet verður punktur, section, punktur,
punktur eitthvað. Já. Hvað gerist ef þú sleppir einhverju millibili eða einhverju ofan, þú veist, hefur það einhver áhrif, þú veist, eða, og líka hver er munurinn á að vera svona vitna svona beint kannski í það svona öll skrefin versus bara að vitna beint í, þú veist, actual class-nafni, þú veist, punktur, eitthvað element. Já. Sem er í hreyfað undir. Já, þannig að við erum að hugsa, eða spurningin er, þú veist, hvenær eigum við að vera að gera, þú veist, stakar svona, hvenær eigum við að gera, þú veist, alveg klass versus að segja bara einu sinni klass og hvernig eigum við að hafa okkur. Þetta er mjög góð spurning af því að þetta er oft því mjög erfitt að finna einhver takt, finna einhverja leið til þess að láta þetta make sense. Af því leiðu þau fara að vinna í CSS-verkefni sem eru bara, fyrstulega ekki bara þið, heldur líka fleiri en ein síða, fleiri en einhverja 3 einingar, komponentar sem við erum að hugsa að þá þurfum við að fara að hugsa, ok, hvernig ætla ég að skipuleggja þetta svo þetta verði bara ekki einhver martru eða viðhald þessu, jafnvel bara eftir viku. Og þá var það oft tíðum þannig að fólk bara gera þetta eins og við erum búin að vera að gera þetta, sem er alltaf í lagi og virkar alveg, að það er bara að skrifa í eitt CSS-skjal og bara halda áfram. Þessi laust hérna er komin upp í 318 línur og þetta er einfalt, þannig að maður er fljótur að vera komið með kannski yfir 2000 línur af CSS-i inn í eitt svona skjal og það er erfitt að orientera sig hér að þetta er svo langt bara. Þannig ég er bara eitthvað að skrolla upp og niður og byrju hvað var þetta hérna og maður er bara, þetta er vesen. Ég kem svo aftur á spurningunni hvernig við skrifum, en bara svona aðeins þess að innganga að henni að þá fór fólk í raun að hugsa, hvernig getum við splittað þessu einhvern veginn upp. Og það eru engar góðar leiðir í dag sem að hafa ekki ókosti eins og það að vera með fleiri network-köll. Við getum notað eitthvað svona @import sem að segir bættu við einhverju skjali, en það þýðir þá að vafrinn sækir þetta skjal, segir já, ég þarf að sækja annað skjal, setur það aftast í röðina, sækir síðan allt sem var í queueinu, sækir síðan þetta skjal, það importar einhverju öðru, já, og þú fær maður svona langan tíma þangað allir stílarnir eru komnir. Þannig að það sem að fólk gerir og við munum sjá í raun í námsefni vikunar er í raun hvernig við getum splittað þessu upp með tólum. Og þessi tól leyfa okkur þá að búa bara til margar minni skrár sem við síðan getum sett saman í eina stærri og þannig í raun splittað til dæmis öllu þessu hérna sem er eitthvað að stilla hlutina. Köllum það eitthvað config, setjum það sér. Svo erum við með eitthvað svona sem við köllum eitthvað svona almenna stíla eða eitthvað. Setjum það sér. Svo erum við með eitthvað sem heitir nýjustu fréttir. Setjum það sér. Þá getum við haft bara afmarkaðan stað þar sem við erum í raun að vinna með einhvern ákveðin hlut. Og þá kemur aftur að þessu, ok, hvernig veit ég þá, hvenær á ég að gera þetta svona? Eða, svona, eða hérna er ég komið 1, 2, 3, 4, 5 hluti í selektorum minn versus eitthvað eins og eitthvað annað hérna, til dæmis eins og hérna time eða eitthvað. Og þá er þetta bara svona rökin fyrir því að gera þetta svona hér eru svo að þetta birtist hérna nákvæmlega eins og það birtist hérna. Þannig að við erum að segja að þetta er svona einhver eining sem við þarfum að endurnýta fleiri en einum stað. Svo komum við hérna og segjum, ok, þetta hérna spjald er aftur svona einhver eining sem samt kompósar þessari hérna einingu. Skiljið, þannig að þetta er eining sem að notar einhverja aðra einingu sem við eigum einhvers staðar annars staðar. Ég er svo pæla, segjum að time þarna ætti að vera öðruvísi en time niður eða það. Já. Hvort myndir við vitna í hann sem punktur time eða svæðið punktur time? Hefur það eitthvað mikilvæg ting? Já, það er bara nákvæmlega, af því að það er mismunandi eftir því hvort að ég vil að þessi hérna sem er í raun að stíla þetta hérna viti, hvernig þetta á að líta út. Vill þetta hérna vita að þetta er útfært svona sem eitthvað time eða vill það bara vita, það er eitthvað efni sem er sett þarna inn sem að ég vil síðan bara eitthvað flexboxa þannig að fara neðst. Hvort sem það er eitthvað time eða einhverju takkar eða
einhver, þú veist, höfundur eða whatever, þú veist, það fer eftir í, hérna, hvernig viljum við að svona separation of concerns sé, þú veist, hver á að vita af hverju. Þannig erum við komin svolítið í svona fílósófískar pælingar í það hvernig við skipuleggjum þetta, en þess að gera langa sögu stutta, þá eru leiðir til þess að ákveða hvernig við skrifum þetta og það sem við ætlum að prófa og er í raun bara mjög svona, ætlum bara að skoða og nota, heitir BEM sem stendur fyrir Block Element Modifier og þú veist, þetta er námsefni næstu viku. Sjá, gerum svona. Og það segir að við erum með einhverja blokk, svo erum við með eitthvað element og svo erum við með einhvern modifier. Þá blokkin okkar væri til dæmis eins og time og þar erum við alltaf að segja, þar ætlum við alltaf að nota klasa. Við ætlum aldrei að nota ID, við ætlum aldrei að nota type selectora. Þá það eins og þetta dæmi time. Ok, svo ég með hugsanlega undir time ég með eitthvað icon eða þú veist, date eða eitthvað og þá segi ég time underscore date. Time underscore hour. Time minute, second, whatever. Þú veist, þannig get ég þá búið til þessa og þá get ég hengt þessa á alla, þú veist, öll stigin sem ég með í komponentum sjálfum. Þannig að hérna ég með þetta time. Þannig að það væri hérna class time. Svo myndi ég taka þetta hérna og ég myndi segja div class time underscore date og setja það hérna inn og þá get ég targeta alveg niður í nákvæmlega þetta. En svo myndi ég hugsalega vilja láta þennan hérna time vera, þú veist, eitthvað large eða eitthvað. Þá kemur þetta modifier og þá getur ég sagt time large. Og þá það tekur það alla grunnstíluna en sér einhverja aðra stíla sem segir að vera stórt, að vera blátt, að verða tiny eða eitthvað sem þú veist, við erum búin að skilgreina. Og aftur, til að reyna að rappa sekundinu upp, þetta það sem mun svolítið snúast að gera og hugsa í hópverkefninu. Það sem við erum mörg saman að vinna, þeir eru með hluti sem eru líkir á milli mismunandi síðna. Það sem meikar ekki sens að hvert og eitt eitthvað, þú veist, smíði í raun alla hlutina upp á nýtt, af því þá munir ekki vera konsistent á milli og það myndi bara taka meiri tíma. Þannig að það sem þið getið gert að skipta með eitthvað verkum og brjóta niður útlitið í einingar sem þið síðan vinnið saman. En skulum taka okkur pásu og byrja aftur klukkan 10 mínútur í.